Í nýju hefti tímarits Máls og menningar sem kom út bara núna í vikunni ritar Stefán Jón Hafstein, fjölmiðlamaður, grein sem nefnist Rányrkjubú. Stefán Jón staddur í Afríku, í Malaví, þar sem hann hefur unnið undanfarin ár. Sæll Stefán. Já, komið sæl öll saman. Þú skrifar stundum íslensk stjórnmál og úr þinni útlegð og það vekur yfirleitt nokkra athygli og þessi grein hefur vakið mikla athygli á vefnum, segi ég, og Facebook og víðar. Þú ert að nefnir greinina Rányrkjubú og það sem að þú ert að gera að svona rekja bakgrunnina því að Ísland skyldi hrynja og ástæður þess. Við skulum bara fara yfir nokkra punkta. Þú telur ekki að þetta sé frjálshyggjuhrun eins og sumir hafa sagt. Já, nei, ég hef mikið velt þessu fyrir mér og auðvitað það birtingarformið til dæmis utan úr heimi, þá sjáum við það að mörgu leyti var eftirlitsleysi með mörkuðum og ýmislegt sem leyti til þess að hrunið varð með skelfilegum hætti á vestrænum mörkuðum. Og menn kenndu það að hömluleysi markaðanna hefði fengið að fara fram úr sjálfu sér. Á Íslandi gerðist það líka, en ég tel að lita verði lengra aftur í söguna hjá okkur, því að við höfum búið við miklu meiri spillingu í okkar samfélagi heldur en kannski mann þykir gott að viðurkenna fyrir núna. Við neyðumst til að horfast í augu við hvernig Íslandi hefur verið stýrt og það rek í greininni líka og hafna þar með frjálshyggjukenningunni svo að ríkisstjórnir bæði Davíðs Oddsson og Geirs Haarde voru afskaplega miklar ríkisbankstjórnir. Ríkisútgjöld jukust gríðarlega. Þetta gegn frjálshyggju. Hlutfall skatta af þjóðarframleiðslu og slíka. Ríkisstarfsmönnum fjölgaði 10% og 50% á 10 árum. Og ýmislegt svona sem alveg gegn hugmyndafræði frjálshyggjunnar var í raun og veru það sem einkenndi Ísland á þessum tíma. Og hver skýringin? Jú, á þessum tíma Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins sérstaklega en fram að hruni, þá voru við stóðu kannski frekar það að birtingarform klíkukapitalisma, sem kallast á ensku krónikapitalism. Það að segja að menn fóru úr gamla hafta- og skömmtunarkerfinu sem einkenndi Ísland fyrra árum og fetuðu sig inn á nýjar slóðir þar sem spillingin var í raun og veru einkavædd eða einkavinvædd eins og Jóhanna Sigurðardóttir kom svo til orðu og hefur fest í íslensku tungu síðan. Og það það sem gerist og þetta ekki með frjálshyggju að gera, þetta bara hrein og klár spilling og við að kalla hlutina sínu réttu nöfnum. Og það það sem ég að leitast að gera þetta grein. Þarna, þú ert með samanburð þarna á Íslandi og Afríku þar sem þú hefur dvalið. Já, mér fannst það afskaplega óþægilegt þarna á dögum hrunsins. Þá hafði ég byrjað að lesa bók sem að margir kannast nú við á Íslandi og heitir State of Africa eftir Meredith, sagnfræðinginn ágæta. Já, einmitt. Mikið með Afríku. Og manni fannst hliðstæðurnar þegar hann talar nýfrjálsu ríkin í Afríku sem urðu frjáls kringum 1960, rétt bara á eftir okkur. Íslenska lýðveldi var á táningshaldi á þessum tíma. Og hliðstæðurnar í þessum mörgum nýfrjálsu ríkjum sem búa við mikil náttúruauðæði hér í Afríku eins og við heima, þessar hliðstæður voru mjög sláandi. Og ég rek það í þessari grein hvernig margt af því sem Meredith rekur mörg þessara afrísku ríkja smelt passa við nýfrjálsa ríkið Ísland á þessum tíma og fram á okkar daga. Og síðan það sem af leiðir, og það sjáum við aftur hliðstæðurnar, þegar menn koma sér upp eins konar skömmtunar- og úthlutunarkerfi með pólitískum klíkuskap, menn koma sér upp smákóngaveldi eða höfðingjaveldi, eins og ég kalla það, og menn sjá svo mjög gjarnan hér í Afríku, þegar ráðandi valdiklíkur búa til net hagsmuna og tengsla og sambanda sem teygja allt samfélagið og vinna á móti það sem við köllum verðleikar, vinna á móti gagnsæi og vinna á móti reglufestu í samfélaginu. Og þannig eru hliðstæðurnar milli Íslands og margra Afríkuríka afskaplega, ég myndi segja sorgmættar og manni var hreinlega bara illt að lesa þetta á sama tíma og Ísland stóð í björtu báli. Sko, Ísland sem rányrkjubú, hvað áttu við með því?
við höfum gengið afskaplega illa gjafir Guðs og náttúruauðlindirnar sem við eigum. Við höfum liðið ýmiss konar óstjórn og óhóf vegna þess að við vorum svo rík og okkur sást yfir að gæta því sem okkur hefur verið gefið. Horfum á rányrkjuna í hafinu, hvernig Íslandingar gengu gegndarlaust á fiskistofnana með niðurgreiðslum frá skattfé til þess að hér var til dæmis óendanlega stór togarafloti sem leiddi síðan til þess að menn nánast einkavæddu auðlindina og færðu örfáum fjölskyldum öll völd yfir henni í þær hendur. Við vorum með óhugnanlega dýrt landbúnaðarkerfi þar sem landið hreinlega fauk burt eins og Ríó Tríó við söngum og Vigdís Finnbogadóttir og margir aðrir hafa rakið í máli og myndum. Íslendingar eyddu gróðurmót landsins í þá landbúnaðarkerfi sem ekki var sjálfbært. Síðan hafa menn kallað það og alveg réttu nafni að þegar Íslendingar loksins fengu aðgang að óheftu erlendu lánsfé, þá fóruðum við það nákvæmlega eins og hvernig hann flökkustofn sem kemur inn í landhelgina, en tóku það bara brætt og eittu. Og þannig hefur Íslandi verið stýrt að miklu leyti eins og óburðugu nýfrjálsu ríki þar sem við kunna ekki fótum sínum forráð. En við höfum haft efni á því hingað til af því að við áttum svo mikið af öllu. Þessi gnægð er núna búin. Nú horfum við upp á það til dæmis að það sem held að veri óendanleg orka í jörðu, hún er það bara alls ekki. Vatnsföllin okkar og gufan, þetta eru takmarkaðar auðlindir sem ber að umgangast að mikilli varúð, sérstaklega vegna þess að nú eru komnar upp kröfur náttúruvernd og umhverfissjónarmið sem að bara leyfa okkur ekki að svína á náttúrunni eins og við erum vön. Það er eitt sem þú talar það er nú í svona neðamálsgrein eða þarna baka til í greininni í athugasemd, það er kynslóðin, og þetta er nú reyndar hlutur sem að ég og fleiri hafa nú stundum nefnt, það er kynslóðin sem einhvern veginn fór svo þægilega gegnum lífið, makaði krókinn, lifði á verðbólgutímum og komst hjá því að borga skuldirnar sínar og ætla núna og hækka svo eftirlaunin sín. Já. Þetta eru þeir sem hafa ráðið för og það kynslóður kannski ekki vísar ekki á aldur, heldur vísar kannski á þann mannsaldur sem að margt þessar fólks hefur varið, margir þessara stjórnmálamanna hafa varið innan vébanda kerfisins. Við erum að tala fólk sem er núna svona nálgast 70-aldurinn, er búin að vera í pólitík í 10, 15, 20 ár, 30 ár jafnvel sumir, og hefur verið innanbúða fólk í þessu og lifað í raun og veru fleitt rjóman af þessari rányrkju sem ég talaði og ríkiskerfið hefur verið notað sem eins konar mjólkurkú fyrir marga. Við vitum öll af hverju verðtryggingin kom á. Það var af því að það var búið að brenna upp sparifé almennings á verðbólguváli og það voru klíkur sem það gerði með úthlutunarkerfi. Síðan vitum við sáu til dæmis svæsnustu, svona ljótustu birtingamynd þessa eftirlaunafrumvarpi allrænda og svo það hvernig þetta fólk til dæmis standi að borga húsnæðislánin sín og námslánin, svo ánægður erfðaskatt þegar foreldrar þeirra fór í gröfuna. Já, en það er þetta er svona það er, og svo þetta er skuggalegt og sorglegt. Í lok greinarinnar ertu að boða það sem þú kallar pólitíska uppreisn frá miðju. Já, við sjáum náttúrulega núna alveg djúpstæða pólitíska kreppa á Íslandi. Hún er búin að vera síðan í raun og veru fyrir hrun og ég get nú rakið hana nokkuð aftur fram fyrir hrunni, þessa pólitísku kreppu, því að þetta var mikil hugmyndafræðileg kreppa og stjórnunarkreppa í stjórnmálaflokkunum sem að hún til dæmis byrjar ekki með hruninu, hún á sér lengri sögu. En núna skulum við bara átta okkur á því að það er ekki nema 3 ár frá hruni og það er í raun og veru eðlilegt að samfélagið þurfa að ganga í gegnum mikla hremmingar út af þessu og endurskoðun sem að vonandi lýkur fljótlega með ákveðnum aðgerðum sem það grípa til. Ný stjórnarskrá, lýðræðisvæðing og reglufesta aukin í samfélaginu. Uppstokkun í stjórnmálum þarf að fara fram, en ég held að íslenska millistéttin, stærsti hluti íslensku þjóðarinnar, muni af sérstaklega bara eigingjörnum hvötum ekki láta yfir sig ganga að svona fari aftur og fólk sem er
í miðju samfélagsins á mikilla hagsmuna að gæta sín vegna og barnanna sinna vegna að Ísland verði ekki gert að einhverju svona þriðja heims ríkislíki. Þetta fólk mun rísa upp og kveðjast þess að stjórnmálin verði gerð upp og þau verði hafin til vegs og virðingar á ný með lýðræðislegum aðferðum. Og þetta fólk til í Sjálfstæðisflokki, það til í Samfylkingu og Vinstri grænum. Ég ekki alveg viss hvers konar afl eða fyrirbrigði Framsóknarflokkurinn í dag, en þetta fólk mun ekki una þessu ástandi lengur og svo það mun sjá í gegnum það sem nú að gerast og hefur að gerast síðan eftir hrun að sérhagsmunaöflin efna til úlfúðar og sundurlendis hreinlega til að koma í veg fyrir þetta pólitíska uppgjör sem þarf að fara fram. Og þess vegna sjáum við til dæmis menn læsa saman klónum margir óvæntir bandamenn verða til á Íslandi í dag til að koma í veg fyrir uppgjöri sem þarf að fara fram. Íslenska millistéttin, Íslendingar upp til hópa munu til ég sjá í gegnum þetta. Ekki að því að þeir eru svo góðir, ekki að því að þeir eru svo trúir biblíusónum, heldur vegna þess að það eru hagsmunir fólksins svo mikil hættu að auðlindirnar verði teknar frá þjóðinni. Og þetta munu Íslendingar ekki láta þessi ganga. Af einskærum efnislegum ástæðum. Og þess vegna held ég að þessi uppbyrgt frá miðjum muni fara fram á næstu árum. En við erum samt svo vön... Það þarf ekki eitthvað. En erum við samt ekki svo vön þessu andverðleika samfélagi sem hann Einar Steingrímsson talaði hérna einu sinni og þessari spillingu, hún einhvern veginn. Við létum hana, okkur í létturúmi liggja svo lengi. Já, nú höfum við ekki efni á því lengur. Nú ekki meiri rúmi til að dreifa og við höfum ekki efni á því lengur. Við erum öll samdögn á þessu á einhvern hátt. Fólk hefur í raun og veru búið að rækta það hugarfar upp í þjóðinni að það þurfi ekki lýðræði heldur sambönd. Þetta nær allt aftur til stríðsgróða áranna og menn hafa talið sér trú það að það þyrfti ekki almennilegt lýðræðiskerfi, þyrfti ekki almennilega stjórnsýslu og þyrfti ekki dómstóla af því það næði að vera vel tengdur og menn kemur með bara ásinni vel fyrir borð. Þetta búið. Það dugar ekki lengur. Nú þurfa að ganga betur og þarna eru bara beinin efnahagslegir hagsmunir svo margra í húfi að ég held að íslenska millistéttin mun ekki láta sér muni ekki stefna þessum hagsmunum í hættu aftur. Því að eins og við vitum vorum við nær öll farin fyrir Björg fyrir 3 árum. Stefán, þakka þér fyrir spjallið.